Áhugaverðasti leikmann til að fylgjast með? Ég held að Rasmus Lákey hjá Dönunum verði mjög áhugaverður. Þetta er mjög skemmtilegur leikmaður og svona búinn að fá sína eldskírn á stórmóti og eftir að heilla marga í þessu móti. Niklas Landín. Það er náttúrulega alltaf okkar leikmaður hann Ólafur. Hann er galdramaður. Ég held að það sé ykkur ungi strákar hérna í Frakklandi að koma upp en ég man ekki nafni á þeim strák þannig að það verður bara komið ljós. Guðjón Valur, Óli Steff og eiginlega bara allir okkar leikmenn en úr öðrum liðum þá alltaf gaman að sjá Frakkana spila og alla sem hjá þeim og Mikael Hansen líka hjá Dönum. Það er fullt af mönnum þar. Já, þú segir nokkuð með það. Það danska liðið svo leggur sér bara. Þarna sérstaklega ungu stóru strákarnir. Ólafur Bjarki. Ég ætla að halda mig við línumanninn nautsterka hjá Spáni, Aguna Galde. Alltaf gaman að fylgjast með William Cambrai í franska liðinu. Hann er svo sem engin kjúklingur lengur og verður áhugavert að sjá hversu stórt skref hann hefur tekið frá síðasta móti. Ég myndi nú halda að það væri Mirko Vucin hjá Serbíu, örvendaskyttan sem er að fara til Kílar. Hann er frábær leikmaður, er enda svolítið viltur. Skýtur svolítið mikið, það er leikmaður sem vert að fylgjast með í keppninni. Ég myndi líka segja bara hjá frökkum örvendaskytta sem er gríðarlega öflugur leikmaður og það eru reyndar margir leikmenn sem er gaman að fylgjast með og svo bendi ég á Niklas Landín, markvörð Dana sem er stórkostlegur íþróttamaður og gaman að horfa á hann spila. Þeir voru væntanlega mjög margir. Ég held að ég skjóti bara yfir markið ef ég fer að skjóta eitthvað. Ég held svo mikið bara Pálmarsson, hann er náttúrulega kornungur og þetta er efnilegasti leikstjórnandi heims. Ég ætla bara að vera gjörsamlega hlutdrægur að segja Aron Pálmarsson ef hann verður með það að segja. Aron Pálma, ef hann er með.